Herri, þá ætlum við að kíkja á kafla 6 og við ætlum að taka fyrir dæmi 6.1 til 6.4. Og þessi kafli, hann fjallar þyngdarlögmálið. Og við göngum út frá þessu lögmáli sem segir að allir hlutir með massa tosa, setja það í gæslepp tosa í aðra hluti. Þannig að sem dæmi, það sem maður kannski þekkir þetta best úr er eins og sólkerfinu okkar. Jörðin tosar í tunglið. Það er ekki alveg rétt að segja tosa, það er ákveðin fræði þar á baku sem við förum kannski í seinna, en það virkar eins og sé kraftur á milli jarðarinnar og tungsins. Jörðin tosar í tunglið og eins tilbaka, tunglið tosar í jörðina, sólin tosar í jörðina og jörðin tosar í sólina og jörðin tosar í ykkur. Þess vegna dettur maður ekki niður, eða flýtur maður ekki í loftinu. Þannig að allir hluti með massa tosi aðra hluti. Þannig að hver er þessi kraftur? Og það var Newton sem komst að þessu lögmáli. Þannig að kraftur sem verkar á milli hluta F er G sem er fasti, þyngdarfasti, og krafturinn sem verkar á milli tveggja hluta er háður massan þeirra. Því meiri massi, því meiri kraftur. Þannig að hérna eru þessi tveir massar, stórt M og lítið M. Ástæðan fyrir þessi stórt M, það er bara til þess að aðgreina þetta eru tveir mismunandi hlutir. Einn með massan stórt M, hinn með massan lítið M. Og það sem er líka háð hversu stór krafturinn er, að það er fjarlægðin á milli þeirra. Það er þetta R í öðru. Þannig að F er bara kraftur, G er þessi þyngdarfasti og hann hefur þetta gildi 6,6710 í mínus 11, mjög lág tala. M er bara, hann er oftast massi stærri hlutarins. Og litla M er þá massi minni hlutarins. Og hérna er síðan kannski það sem er algengustu mistökin sem nemendur gera. Það er með þetta R. Ok, R er fjarlægðin milli massa miðju. Massamiðju hlutana. Mikilvægt, massamiðju. Þetta er ekki bara yfirborðsins, þannig að til dæmis við erum með hérna jörðina eða sólina og jörðina, eða einhverja tvo hluti bara, þá er R-ið fjarlægðin frá þessari miðju yfir í þessa miðju. Héðan. Þetta er okkar R. Ekki frá yfirborði, þetta verður frá massamiðju. Þetta er algengustu mistökin sem nemendur gera, að þessi jöfn er tiltölulega einföld. Maður þarf bara að passa nú að hafa kíló allt í metrum. G er bara þessi tala, mjög lág tala. Þið þurfa að vera með þá á hreinu hvernig þið setja þessa tölu inn í reiknivélina ykkar. En algengustu mistökin er með þetta R. Það er sem krakkar klikka oftast á. Og þá kíkjum við á dæmin hérna. Þannig að hérna eru tveir loftsteinar að sveima í geimnum, þess að annar vegur 11 tonn og hinn 7 tonn. Þannig að hérna við viljum ekki nota tonn, við viljum nota kíló. Hver er þyngdarkrafturinn sem verkar á milli þeirra þegar þeir eru
0,5 kílómetrar frá miðju hvors annars. Og aftur hérna eru kílómetrar, við notum ekki kílómetra, við vinnum með metra. 62 með hversu miklum krafti tosar sólin í jörðina. Og þú getur séð massan á formúlublaðinu. Þið náttúrulega eru með formúlublað sem er innu undir efni og þar sjáu þið massa sólar og massa jarðar og hérna er fjarlægðin milli þeirra. Og passið ykkur, þetta er 1,5 × 10⁸ kílómetrar. Og ef við breytum þessu í metra, að þá erum við að margfalda með 1000. Þannig að þetta verður 1,5 × 10 í 11. Bara að bæta við 3 núllum og þá hækkar þessi veldi hérna 3. Ok. Með hversu miklum krafti tosar tunglið í jörðina og þú getur séð massan á formblaðinu og fjarlægðin milli tungls og miðju jarðar, eða bara milli tungls og jarðar er þessi hérna tala. Ok, síðan hérna í 6.4 þá er að nota svörin úr dæmanum hérna undan. Og þá er talað hver er heildartogkrafturinn sem verkar frá sólinu og tunglinu við tunglmyrkva. Þannig að, og hérna við sólmyrkva. Þannig að munurinn á þessu tvennu er að hérna er sólin, hérna er tunglið og hérna er jörðin. Alls að geta, þannig að í þessu dæmi að þá er sólin og tunglið bæði að tosa í jörðinu, tosa í sömu átt, þannig að kraftarnir frá þeim tveimur þeir leggjast saman. En síðan getur verið að það sé svona, að tunglið og sólin séu sitt hvoru megin við jörðina. Þá til þess að finna heildartogkraftinn sem verkar á sólinu og tunglinu, frá sólinu og tunglinu, að þá eru að draga frá þessa krafta því þau verka í sitt hvora áttina. Þið getur hugsað þessu svona, í þessu dæmi hérna frá hann, að þá er jörðin og þá verkar 2 kraftar í þessa átt. Þá finnir heildartogkraftinn. Í þessu dæmi hérna fyrir neðan, að þá er að tosa jörðina hingað og er að tosa hana líka í þessa átt. Og til þess að finna heildarkraftin þá mínusu þessa 2 krafta af því að þeir verka í sitt hvora áttina. Og þið þurfum bara aðeins að googla hvað er tunglmyrkvi og hvað er sólmyrkvi. Eða ef þið kannski vitið það nú þegar. Herðu, en sko, við erum með, en við kíkjum inn á annað blað. En ef við förum tilbaka, skrifum fyrst upp þessi jöfnu. Þannig að hlutur sem er í hringhreyfingu, það er til dæmis eins og jörðin fyrir hring í kringum sólina, að þá er þetta krafturinn sem er að orsaka hringhreyfinguna. Ok? Nú úr kaflanum undan hringhreyfingu, að þá fundum við þessa hérna jöfnu. Krafturinn sem þarf til þess að halda ykkur á hringhreyfingu, það er háð massanum og háð hraðanum og háð fjarlægðinni frá hlutnum. Og það sem við getum gert, við getum tekið þessar 2 jöfnur og sameina þær, af því þessi kraftur er í raun og veru sami krafturinn. Þetta er krafturinn sem þarf til þess að halda hluti hringhreyfingu og þetta er krafturinn sem verkar á milli 2 hluta. Og ef við förum að hugsa hluti sem hreyfast á hring eins og með sólina og jörðina og tunglið, að þá getum við sameinað þessar 2 jöfnur. Og þá getum við sagt að þessi 2F þeir eru það sama. Þannig að hérna er komin þessi hérna jöfna. Þetta er sama sem þessi hérna partí.
Og sem gerist hérna að þetta litla m hérna, massi minnihlutarins, það kanslast út. Og hérna erum við eitt r og hérna erum r í öðru. Þannig að þetta dettur út á móti öðruveldinu og þá þetta umrita þessi jöfnu yfir í þessu hérna. Þetta þægilega, þannig að jörðin til dæmis, hraði jarðarinnar á braut sinni sólu í öðruveldi, að það jafngildi þyngdarkraftinum sinnum massi sólarinnar og deilt með fjarlægðinni milli massamiðju jarðar og sólarinnar. Já, við getum líka nýtt okkur það að hraði er ekkert annað en vegalengd deilt með tíma. Og þegar hlutir að fara í hring, þá er vegalengdin 2πr, þetta er ummál hrings. Og tíminn er umferðartími, stórt T. Það er umferðartími, þannig að þetta T hérna er umferðartími. Tími sem það tekur hlut að fara eitt hring. Nú þá getum við tekið þessi hérna jöfnu, umrita hana með því að setja inn fyrir sagt að vaff í öðru er bara 4π í öðru r í öðru deilt með t í öðru. Þannig að hérna veit ég hvað vaff er þetta hérna. Þannig að vaff í öðru veldi hlýtur bara að vera allt þetta í öðru veldi. 2 í öðru veldi er 4, π í öðru veldi er bara π í öðru og svo framvegis. Núna get ég sameinað þessa hérna jöfnu og þessa hérna jöfnu. Og þegar ég gerir það og einfalda, þá fæ ég þetta hérna. R í þriðja deilt með t í öðru jafngildir þyngdarkraftinum g sinnum massi stærri hlutarins deilt með 4 sinnum π í öðru. Ég er komin út af skjánum minna. Svona. Þannig að hérna erum við með nokkra jöfnur fyrir hringreifingu og kraft sem verkar á hana. Þannig að það er þessi hérna, það er þessi hérna og það er þessi hérna. Og dæmi sem ég fái núna í framhaldinu, þau eru þannig að þið fáið ykkur upplýsingar gefnar og þið þurfið bara að ákveða hvaða jafna hentar best í ykkar tækifæri, hvaða upplýsingar hafið þið. Til dæmis í þessum tveimur, þá vitið þið massan stærri hlutarins, þið vitið ekki massa minni hlutarins. En hann vitið hérna, þannig að þá er kannski þessi jafna. Hérna vitið umferðartíman, hérna vitið hann ekki, hérna vitið hann heldur ekki. Þannig ef þið fáið umferðartíman gefinn, þá er þessi jafna kannski best þess að nota það. Segjum þetta gott í bili.